FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn 28. apríl. Þetta síðasti föstudagurinn í aprílmánuði. Mæ heilsar okkur á mánudaginn. Það 3 daga helgi framundan. Hér á móti mér situr maður sem elskar 3 daga helgi. Þetta fyrirlið þáttanins, hann tekur sér aldrei frí. Hann heitir Egill Einarsson. Gilsarinn, hvernig ertu? Bara, ég hef aldrei verið betri held ég. Það er rosalega kynning. Bara segi takk fyrir mig. Já, bara minnsta málið, elsku kallið minn. Já, bara takk. Eins og þið heyrið þá ekki Auðun Blöndal á stjórnborðinu eða Steinþór Hróar. Hi Richard. Já, þeir eru í smá giggferð, þeir bræður eins og kallar. Já, giggbræður eru að gigga í Barcelona. Já, þeir eru í Barcelona sko. Já, þeir eru í Barca. Rótnir líklega ofuröldi. Núna, ef það ekki var rétt. Þegar flugvélin fór í morgun klukkan eitthvað. Þeir fá sér aldrei bjórdropa ef þeir eru að gigga. Já, þú veist, giggið er líklega á morgun. Já. Þetta er blackout í dag. Blackout í Barcelona. Já, 1-2 kaldir á morgun og blackout aftur á sunn. Heim á mán. Eins og þið heyri líka, kæru hlustendur, við erum komið með góðan gestastjórnanda, Jón Gunnar Geirdal, ekstra góður vinnur þáttarins. Hvernig er Tatman? Ég er frábær. Já. Það svona sumarið, þú ert í gallaskiptu. Ég þarf að vinna með þetta. Hann er í exit-gallanum. Hvítabuxur, gallaskipta. Bara svo erum eitthvað mótilegt. Brúniskór, brúnbelti, hvítabuxur. Grátt í skegginu. Já, ég veit. Þetta er, já. Það er að hrista sig yfir Tatman núna. Það er basically staðan. Æðislegt. Ég er að hita upp fyrir eitthvað exit veislu 13. maí. Já, þú ert svolítið, þú ert eða klár. Það er eitthvað góður exit-galli. Er eitthvað exit-veislaða? Það er eitthvað exit-veisla. Það er exit-veisla 13. maí, samankvöldu Eurovision. Það er eitthvað 43 ára trúður að halda upp á ammæli sitt í veislusal. Þú ætti að græja exit-galla á þig, Richard. Já, það er þemað. Já, ekki með exit-þema. Já, sem er basically bara... Það er frábært þema. Já, það er æðislegt þema, bara ég er að elska það. Að bara græja það? En ég er frábær, það er bara gott veður, 3 daga helgi. Backstreet Boys. Það er fallegt viður úti en já, það er ekki 20 gráður sko. Nei, tölum hreint út. Það var 15 cm jafnfallin snjór í gærmorgun sko. Ég er í efri byggðum Kópavogs og ég þurfti að móka mútið okkur snjóskapli í gærmorgun. Við erum allir á svipuðu staðan að félagarnir. Það var alveg snjór hann í gær sko. Ég er á sennilega top 3 ljótasta bíl á Íslandi eins og staðnir í dag. Ég ætla ekki að komast úr heimriðinu sko. Ég bara rennist eftir sumandekkjum. Ég ætla bara ekki að komast út. Það er að koma maí. Já, svo bara 4 tíma seinna var ekki snjókor. Nei, þetta er alveg þetta er ansi grillast. Skemmtilega skitsó. Mér leiði ekki svo í gæri svo að vera komið sumar. Ég verði aukjörna það sko. Nei, við vorum ekki þar. En síðan er sko, það er Backstreet Boys í kvöld. Fólk er að mökka sig. Fólk er að hella í sig núna. Heldur betur. Það verður pakkað í höllinni hérna eftir. Þetta er svona 90 mínútur. Verður bara komið röð hérna. Það 10 manns að vera í höllina sko. Sýnist að sjá fylliböttur vera að fá dett inn sko. Ert þú að fara á tónleikana Tatman? Já, ég ætla að henda bara eftir. Ég er peppar. Ég er náttúrulega... Varst þú ekki basically bara að kynna og líklega til vinsæld eða þú varst í útvarpið? Það hljómar þetta skelvilega. Þetta er bara 25 ára 30 dag sko. En það er actually þannig. Ég var bara á FM 957 bak við í mikrofónin að kynna þetta líklegt til vinsælda. Og nú 30 ára setna eru 10.040 pluss einstaklingar að fara sko. Hvað haldið að verði svona, þú veist, kynjaskiptingin? Er þetta 70-30 konur meira? 80-20 konur. 80-20? Punktur. Já, ég sé bara nærri lægi. Það er að fara öskur syngja með. Já, ég með það verður allt vittlust þarna. Það er 100%. Þeir eru með sweet dance moves. Já. Svo eru þeir heldur huggulega líka. Svo bara stemmi, bara svona, það er svo mikið 90s stemming. Er ekkit skrítið samt, þú veist, er þetta ekki gæjar sem er komnir yfir 50 eða? Jú. Eru þið bara ennþá ykkur hvítum göllum að dansa, þú veist, er ég eitthvað... Þeir eru mjög huggulega, Ég er ekki að age-shama, sko, en er þetta ekki eitthvað fyrirlegt eða? Nei, þetta er bara... Jó, pínu, þetta er náttúrulega pínu skrítið. Þú ert að dansa við lög, síðan, hvað, þetta er 97, 8 eitthvað svo leið, sko. Svo ertu bara ennþá í sama gallanum að dansa og þú ert bara hún afi. Gætir raun og vera hún afi, sko. Hvað árgiminan, Kevin Richardson, sem er álur kongur. Ok, hann er fættur 71. Hann er yfir 50, þannig 52 ára. Hann er alveg sko, hann er stíkt eðlilega huggulegur sko. Já, þetta er strákar. Ryan Littrell, 75 árgeð. Þetta eru menni, 73 hérna, Howie. Þetta eru basically bara menn og aldrei mig, bara tölum mig. Það verður svo, Tatman var ykkur hvítum galla. Ég vil að segja þið Tatman núna. Bara huggulegast í gæði síðu sko. Þetta er bara að segja einhverja 4 kallmenn sem fórum í loftið. Þetta er ykkur huggulegast í gæði sem við séð. Það er fólk að stara á Tatmanina. Það reyndar enginn að gera sko, að snúandi baki hann sko. Þannig að ég skil alveg að fara alltaf hliðina þannig í höllinni kvöld. Já, það verður brjálu stemming. Með hvernig þú tala Gilsar, þá hlýtur þú að vera fyrstur á tónleikana, eða ekki? Þú vorst
Ég reyndar ekki bókaður sko. En ég veit ekki af hverju ánskot mér ekki að fara sko. Bara maður sniður myndi ég segja. Já, mér finnst það frábæri sko. Það er bara fullt af lögum og maður er að fara í höllina fyrir minna. Ég veit að Hjöpp er að fara og fleiri hressir sem ég þekki. Já, eina vitið að henda sér í höllina. Hvað hafið fara á, hefur þú farað á marga tónleika á Íslandi? Ég veit að þú náttúrulega fara á alla, Jón sko. En ég hef ekki farið, ég er að tala fyrir utan skúter sko. Ég fara á Bloodhound Gang. Ok. Og frábæra tónleika sko. Hvað ár? Þeir eru nú komið nokkur sem. Það er helviti langt síðan. Ég er ekki fræðilega fyrir mötu hvað ára það var langt síðan sko. Varstu að kalla Rammstein og þú veist Metallica, Duran Duran, Guns N' Roses, Bieber, Ed Sheeran. Prodigy tónleikan það var líka rosalega. Varstu rockari í gamla daga? Já, ég var sko ég var nett svona svo ég var Guns N' Roses aðdóndi þegar ég var yngri sko. Það samt ekki að rockari til þess að fara á Metallica Guns N' Roses. Það er bara svona upplifun að fara og sjá það sko. Ég hef alltaf verið aðlæta, þú veist, ég er ekki bara í raftónlistinni sko. Ég er bara yllum anskotan. Ég er ekki að síla Jón til þess Þú ert eiginlega ekki í raftónlist, þú ert eiginlega í djöflasýr. Skulum vera alveg róleg. Þú veist. Það er svo síla Jón er upp á sönguna. Selin Díón er þínu uppáhaldsönguna. Hörru, ég heyrði talað þetta í morgun í brennslunni. Eitthvað sem að ringdi inn og sagðist að það fór á Kiss í Reiðhöllinni. Ég var á Kiss í Reiðhöllinni. Ég man ekki svona, hvað ár er þetta? Þetta er 88-9. Ég er bara okkur úlingafyllir í hana. Ég hef bara ekki hugmyndum þegar að koma eitthvað til lands í Reiðhöllinni. Plóter held bara gæðin hefur að ringi í vitlis útustöð. Ég held það líka sjálf. Ég vitlis á landi. Ég bara þóttist ekki, ég bara þagði. En ég var ekki að kveikja sko. Ég fór á Kiss í Reiðhöllinni, ég fór á Whitesnake líka. Shit, en hvernig var Tatman og Kiss í Reiðhöllinni? Hvað er þetta gamall hann? Það eru bókstaflega ég er í Reiðhöllinni sko. Ég er í 14-15 ára. Ég er 14-15 ára bara. Það eru 100 á síðan bókstaflega sko. En þetta var hrikalega gaman. Ekki málaðir þetta, það voru ekki mandlismálinguna. Þetta var geggja. En Rikki tók að þú skítandi migandi í þig en 88. Já, það er bara nákvæmlega þannig, ég er 30 ára sko. Já, Richard er að borða sand og þá var ég að öskur syngja við Kiss í Reiðhöllinni. Hætti mitt með bleiðu mjög seint sko, ég veit ekki út á hverju en mamma bara hattar ekki að segja mig það, ég hætti með bleiðu 4 ára sko. En auðvitað á maður að fara á svona þessi stærstu gig sem komið til landsins. Já, sjálfst, við erum á eyju hérna í Ballarhafi í Raskati sko. Þá er það hend okkur í höllina, völlin, kórin, eitthvað, þú veist. Það kemur eitthvað entertainment. En það er líka góð mæting og Backstreet Boys í kvöld, það er klart. En finnst þið skrítið tett? Nú til dæmis er ég maður sem dæmi ekki, þú veist, og ég er það mögulega að prófa það. Ég hef alveg gaman af svona danstónlist eins og David Guetta og ég hef alveg gaman af Hardwell og Tiesto og eitthvað svona. Hefur þú farið á hérna festival eins og Tomorrowland, eins og Gilsi gerir alltaf ára hverju? Nei, ég er bara frábið mig. Ég veit að hann og Kolb og þessi gaurar er að snerta sig yfir þessu sko, ég er bara alveg rólegur. En ef að það getur sér gaman í 30 gráðum í 30 gráðum og kaldur þá er eiginlega allt skemmtilegt. Já, þetta er álveru veisla sko. Belgia 30 gráður. En grammið hjá Ísei hérna mér á vinstri hönd. Það er náttúrulega bara, það hljómar eins í 4 sólarhringa. Það er bara þetta er líka svolítið en ég ef að það er sko. 200.000 manns þarna eitthvað. Já, 200.000 manns í dalnum. Þetta er 3 helgar, 200.000. Þetta er selja 600.000 tickets á 3 helgum. Það er alvöru dagur. Það var hérna það var, þið breytti 3 helgar síðan út á COVID. Það var alveg 2 helgar sko. Já 200. En þetta er svona, þú ferð, 9 sinum ára til tenni. Tomorrowland. Ég bara, eftir þú ferð einu sinni á Tomorrowland þá getur þú ekki sleppt í að fara aftur. Svolítið svo þjóðatíð, hún að fara einu sinni. Það er gaman, þú verður að fara aftur. Hvað kostar þjóðatíðin á Tomorrowland? Í Belgíu. Þú veist bara fyrir okkur að það úti sem eru kannski að pæla í þessu. Það er góð spurning svona þegar þú spyrir mig. En er þetta ekki eitthvað svona uppsett á 8 mínútum? Tökum alltaf hótel, transportation á svæðið og hérna miðinn á svæðið og hérna þú veist, allt þetta shit sko. En miðinn ásamt að kosta bara ykkur 250 eurur, þú veist. Það sem ég veist að geggja þess að hátíð þetta er bara umgjörðin stundluð. Já, og ég meina að þetta er dagdrykk. Er þetta ekki bara búið með sviðin hana eru lígileg sko. Þetta er ekki svo, þú veist, það er ekki verið að sópar úr dalnu kl. 6. Nei, þetta byrjar á hátíð, bara dagdrykja og það er búið að segja að skrúa fyrir þetta svona upp á miðnætti. Eitthvað sem Íslendingurinn geti þetta að læra sko. Ég fór um þetta wireless í London. Það var geggjað. Það var bara 12:00 í hádeginu var byrjuð dagskrá. Miðnætti búið. Ég meina dagdrykja er skemmtilegt í þessu. Það er drungla leiðist fyrir í dalinn, sipp í sig, skrúa fyrir þetta bara. Verður þetta samt einhvern mann hægt á þjóðatíð? Er ekki stemmarinn að vera í myrkrinu og inn í byrtuna? Það er samt að setja, það eru listamenn að fara á sviði klukkan 3 nóttina. Það er eitthvað skrítið. Já, sko, meðlega þú segir fólki að mæta fyrr.
þá mæti fólk fyrr. Er það samt? Það er bara Já, klárt, það er ég 100%. Það er bara- Hvað er að fólk elska eitthvað, já ég elska að vera fullur og það er nóttir. Fólk getur að hella í sig þannig saman hvað tími sólagins það er sko. Og segir fólki að mæta fyrr, þá mætir það bara fyrr sko. Það er mjög einfalt koncept. Það dagskrá byrjar í dalnum 12.00 þá var skottast í dalinn. Og COVID breyti svolítið fólki í dagderkju fólk sko. Þannig að það er búið að flýta fyrir þess að þróun sko. Já. Þannig að það er bara svo, Það er ekkert gig eftir minnetti sem ég á eftir að fara á sko. Ég er bara góður. Hvað er hérna En að sitja eitthvað með félagunum í 30 gráðum og eða í Vestmannum í 15-20. Ég sæði samt tett fyrir mér í svona hlýrabólu okkur stöppu sem með eitthvað svona glowstick gleru. Ég sé þetta fyrir mér. Vá, hvað það er ekki góð mynd en allir lagi. Það er ég. Á Tomorrowland. Já, ég er að tala um Það það er þetta ekki glowstickleru á Tomorrowland sko. En það er bara svo það er en Já. Há bjartarna er vitsju. Þú ert samt út í sunshine sko. Ég sá þig samt með eitthvað gleru þarna, þú veist. Eitthvað glowstick. Ég hef gaman að Já, dansa ég sko. með flikkleru. Kannski ekki djöflasýrunum sem þú ert að blasta í bílnum en þetta er hérna, ég ef að það getur sér skemmt. Það sé næstu með sko, þú myndur örugglega fíla sko sem kolbarið, það er eitthvað svona, það er svona house techno annað, skilu, það er svona, það er Það er kannski nær einhverju sem er svona- það er Jón Gunnar Gerdal tónlistinn, svo getur þú fara á e-pillu sviðið sko, það sem er bara Já, það er bara, þú er bara að fá fax á Já, og sólhringinn, svo þú ert í getur því. þú fara á main stage og þá áttu bara komin í vinslastu lög í Evrópu og mainstream shit Ég var alltaf í svona hástóð, svona gus, Já, þú var, ég veit nákvæmlega hvað svið þú farir á, ég kippiði með auktum, það er ekki flókið sko. Nei, þetta er En nefnilega sko, ég er rosalega með 2 umbósmenn, ég var fattar núna, ég er með 2 ásvölastu umbósmenn þjóðarinnar. Ég er náttúrulega ekki At the same umboðsmaður. time. Richard er rosalegt. umbósmaður, ég er ekki Þú umbósmaður hefur umbað. Já, ykkur 4 mínútur Já, það er sant. Þú var skeggjaður í því, viðurkenndu það bara. Já, viðurkenndu það, Ted. Já, geggjaður í Varstu bara það. made client eða? Ég náttúrulega hef ekki umbað marga Ég náttúrulega, eftir minnilegast að það hef ekki verið Kalli Bjarni hinn minn eftir fyrsta ædolið Já, kóngurinn. Það náttúrulega var rosalega sko, Pálmi Guðmunds fekk mér í það gig Hversu oft trýndi síminn á dag, þú ert umbósmaður að kalla hérna? Svona average Á þeim tíma, það var ekkert eðlilega vinsælt sjálfsögðu, ædolið, það var brjálager hjá hún sko og samstarf sem gekk alveg vel þá getur það að gera það ekki Já, bara það er sko. Það er bara svo það er áfram gakk Þannig að King Richie er að smirkari í því nú. Já, bara stendir sér frábælega þannig að Bara bestu umbósmaður landsins. Herðu, Ted, hvaða land sem þú komst í þáttinn sem gestastjórnandi? Það er mjög, ég held að sé bara Bara ekki fræðilega ekki Í sko, bara COVID, allt á land síðan sko. Mál er að strákandi taka miklu fari tíma, þú veist, ég bóka fari gig á svo föstu dögum allan þessu tíma sko. Þannig að Já, ég fekk að mynda áfallan daginn þegar blöð spurði hvort hvort ég kemist först daginn langa Ég bara, hvað er því að vinna á rauðum degi? Bara í fyrsta sinn síðan 2000 Hún fannst ekki eins fyndið um mér sko Nei, það er bara Hvað meinar mig? Við vorum líka inn í fyrru Það hættir að taka frí. Herru, það sem við erum með í þættinum í dag, hann er sneisaföllur. Við erum að sjálfsögum með spurningakeppnina, hún er á sínum stað. Hvað ætlar að gera við með á Ted? Sko ég ætla að vera Guð. með Ég er með öðru spurningar en síðasta fös. Ok, En ég er með sko King of Summer ok. á ykkur. Ég er forvöldin að vita hver er minni betra sumar á ykkur tveim sko. King of Summer þetta hljómar alltaf voru að saklaus Þú vilt vinna. En svo finnur þessi Já, hann segir þú vilt vinna en svo vilt ekki vinna eftir þú svona veit 2-3 aldrei spurningar. vinna þess að Þetta kemur er mjög, þetta er bara basic shit. Það er ekki Ok. dónulegt eða reynd þannig. Ok. Svo er ég líka með, Anna, ég er líka með hérna út af frétti staði að Tatman var að koma og þú Richard Þannig að Það er ekki búið auðvitað sem neinstæðar að Tatman var að koma, Þetta sko. er hitaðast inn spurningar á Já. hann. Ertu með spurt og svara allt í hennu? Ertu einhvern tíma ekki með spurt og svara að ég eða einhver annar í svo þetta? Ég verð að tróða því það sko. Ef þetta er eitthvað krakki á Dalvík og opnaði samlokustað og pizzastað og hann er sköllóttur þá máttu bara skrúa niður í mikrofónum Ég skal ít og græna taka fyrir Tatman. Nei, svona í alvörinu sko Ég skal heila lofa þér, ég sé ít og græna Ég er taka. á sköllóttur, ég er 12 ára og ég var á opnað pizzastað Ég er eitthvað þingeyri Ég stjóta alveg ekki hvað fólk sendir sko. Nei, Ég sjálfsagt. les e-mail Það er líka sko. tippa á hvað kemur um með. Það er einhver í vandræðum í samlífinu varandi 100%. einhver á golfstöð 100%. Þetta er einhver umbóðsmaður sem er Já, ég er bara búin að lesa þetta Nei. Þetta kemur í ljós Ég lakka til Herru, við erum líka með sturlaðar staðreyndur af því að þú ert með King of Summer Ég er með sumar sturlaðar staðreyndir Það er rosalegt. Svo summer style Staðarindir sumar. Já. Ég segi bara En takk fyrir mig. auðvitað erum við erum sumar Ef FN 957 er ekki að kera sumar og blöð á föstu degi Nei, Ég þryggja þetta helgi og bakstri búið sér höllinni Hvað þá? Já, ég veit, og þú, veistu þú bjóst þess að stöð til Tatman. Nei, sko F97 væri ekki til. Ég væri ekki verktakatrúðurinn og þú væri ekki til. Já, þú væri röglega trúður En ég veit ekki Það er óhjókvæmilegt Það er þetta ekki eiginlega bjóst þú stöð til. Alls ekki En ég var svo sannlega að vinna á henni fyrir 30 árum síðan Hvar var hún located að þú varst að vinna það? Við byrjum upp í Ég byrjaði upp í Álfabakka Hjá bara í mjótinni. Já, bara King of the Sam Var gluggi þar, eða? Getur þú staðfest eina sögu sem er sennilega einn besta saga sögunar Sjáum til. Var einhvern tímann
tók einhvern mann grín á prinsinn sem er eiginlega kongurinn í Sambíunum í dag hjá Birni var hann átti hann svona bíl með enganúmerinu THX og það var breytt í taxi af einhverjum FM starfsmanni. Wow, ég held að það sé rétt hjá þér sko. Er það ekki? Jú, bara þegar þú segir þetta gríni var tekið á hann sko. Já, fjall ekkert í krami sko. Nei, hún fannst að minna fyndið. Það er gott vinnustöðagrín sko. Það er mjög gott. Það varst bara í sama hús og Sambíónu í dag. Já, þetta var þar og varstu með glugga? Já, það var risa það er ekki sjálfskeið að vera með glugga sko. Í Skaftaliðinu voru ekki með glugga. Svo fór þetta niður grafi stúdíó sko. Svo fór þetta niður í bæ fýtt miðill og það allt saman. Já. Það er rosalegt. Þetta er 94, þá byrja ég að Er ekki þakk, segðu núna takk við Jón Gunnar Gerdal þegar þú ekki dagskastjóri F957 ef að Jón Gunnar Gerdal væri ekki til sko. Það var bara bóttið sko en ég skal bara þakka þér Takk Ég ætla að endurvekja hérna og eftir drengir, hvort myndur frekar hardcore? Úff Það er fáruveikt sko. Já, ég veist Það fyrir að svo langt yfir strikið en Richie Það er strik og svo bara mörgum hillum ofar er Richie. Orðað þannig, þetta eru allt tveir vonlausir valkostir en einn er bara aðeins minna vonlaus en hinn. Ég segja fólki stillur á bylgjuna akkurat að það kemur sko. Bara staðan sko. Herðu, það er gaman aðeins og ég ætla að fara í smá óvænt líka og eftir varandi klefa. Ok Kom okkur óvart? Já, ég ætla að koma einhvern veginn blá óvart. Ég bara elska óvart. Já, það með kæru hlustendur, við ætlum að vera í miklum föstudagsgýr hér á FM 957 með FM 95 Blue. Af því að það eru Backstreet Boys tónleikar, þá segjum við alla góða skemmtun og eigum við ekki bara að byrja á, og er ekki bara besta lagið að þetta hérna, Tats. Já, bara, það trillist allt í höllinu sko. Takk. Pretty Boy Choco á FM 957, þetta er Patrik og já, fyrsta lagi svona eiginlega sem hann gefur út og Pretty Boy, skemmtilegt. Já, bara mjög svo ferskt, svona smá sumar í þessu, sólinn skín á þróttarmerkið, það er eitthvað sem kemur gilsarunum til. Gilsarun á. Ég er bara peppaður hvað, ég sé bara hvað liðið er að byrja að hella í sig og að vera streymi í Laugardalinn og Já, þetta er bara ég veit að mikið að liða að hlusta og undirbúa sér fyrir kvöldi. Líka þryggjata helgi sko. Við elskum þryggjata helgi sko. Þannig að fólk eru að mökka sér á sunnudagina. Já, þú veist, kannski ég fá sér 2-3 kalda, enski eða eitthvað Já, fólk eru að fara á flöskuborð á átó og sunnudagin, ég lofa því Richard sko. Bóttið einhverju sko. Einhverju, jú, ekki við. Sem betur verið við. Ekki við, það var líka skrítið við myndi gera. Gilsari, þú átt næsta lið. Þekkið ekki. Nú kemur ljós bara hver þekki hvort betur. Það er bara svolítið þannig. Og sko, málið er, þetta er sko tettmenn. Ég veit út alltaf að funda þegar við erum í útvarpinu, það er kannski ekki alltaf að hlusta sko. En þetta er þannig að annarkvæður eitthvað þarf að drulla sér út og séðan veifa í honum og hann fyrir inn og menn svissa. Þannig að hver vill byrja úti? Ég ætla bara að lefa að velja þetta. Ég skal bara byrja úti. Það er ekki? Farið í Síkó. Ekki henda þessi. Það taktu bjór með, verð svolítið eðlilegur sko. Í exit-gallanum, djúvill er það. Hvítum buksum. Það er mjög huggulega. Séð svona. Það er ekki að setja fyrirmyndar. Það er ekki að slakað á maður, Jésús. Það var óþægilegt. Þú mættir í rungalanum með að tettmenn er hérna svo bara sem leiki fjóðarsýrinu exit sko. Fötum, dísas Krist maður. Þú þekkir þetta. Já. Og þetta er eðlilega spurningar þetta. Það er ekkert ónlegar. Ok. Hvað er upp á oss maturinn? Minn. Þú alltaf getur, þú alltaf bara, veist þetta, ég get getur bara hérna headphone-inu og myndi geta það sko. Þú getur allt sko, en þú veist hvað er uppáhaldsmaturinn? Ég myndi náttúrulega ekki geta headphone-in. Já, þú veist. Á þú veist. Skilur hvað ég er sko. Já, ég skil alveg hvað við. Já, ég get ekki allt. Ég bara ferðast með þig, bara fara með Tenerife frá 12-15 sinni sko. Já, jú, mér finnst gott að borða. Er það glæpur eða? Það þá bara hringi í lögguna. Mér finnst mjög gott að borða sko. Já, en það er ekki glæpur síðast ég er. Nei, alls ekki. Ég svo veit ekki hvað út af uppáhaldsmaturinn, því að þú veist, það trikki spurning á þig sko. Já, sko, þú veist, þetta er tvennt. Ok, hvað er með það? Þetta er, þú veist, þetta er nautalundin. Það er fátt betra en að setjast niður á okkur góðan veitingastað, fá sér nautalund, medium rare. Sammála því. Og pizza líka, ekki, og pizzufíkil. Já, það er málið, það er þetta tvennt. Ég var að keppa við að ég sett pizza, Richard. Já, veist að ég held nefnilega, sko, nú ætlum ég bara að svona giska. Ef ég segi pizza, ég held nefnilega að Tetsi alltaf að fara að giska á það, sko. Já, sko, þú ignoraði það, hvað þú heldur að hann segi. Þú verður bara... Já, ég er hinskilinn. Það er bara erfitt að gera á milli, það er bara frekt í hvernig skapi ég er í. Ég set pizzunaut. Já. Og svarið er basically pizza sant, eða þannig séð. Já, þú veist, ég elska pizza með upp. Ég er ekki pizzufíkir, það er bara gott að fá með pizzu. Já. Ég er ekki pizzafíkir. Nei, þú veist hvað.
Tölur hrein íslensku. Jú, ég hef bara, mér finnst gott að fá með pítsu. Gerir sjálfur heima og dúlar í eldhúsinu. Já, það er bara, við reynum mjög vilt að vinna með Pizza Friday fjölskyldan. Ok, hvað er svalast við þig? Rosalega skrítið að svara þessu sjálfur. Það er ekki bíllinn, ég fekk far með þér henni upp yfir á. Nei, það er vissulega ekki bíllinn þessa dagana. Hvað er lúksusbíllinn? Hvað sem þú lagðir hérna bílmannu fyrir utan, stóðst útrónum í þrengstu hvítu buxum sem ég sé, gastfallaða staður upp bílum. Ég þurfti bara að koma mér frá þessu tímabili því að þetta var bara ekki gott. Það verið bimmaði hvítu buxum? Já, ég var bara, ég veit ekki alveg, ég var að gangi gegnum einhverja krísu þarna og maður bara fínt að maður gangi gegnum krísuna og ég gekk bara fínt í gegnum hennar og það er bara búið sko. Herðu, hvað er svalast við mig? Stjórnir í ánar og þú er ekki að svara þér spurning. Seti bara hérna silkislagum með ískaldan Celsius og aldrei. Já, líka ógeðslega skrítið þegar að svara einhverjum sjálf og þessi hvað er svalt við mann, húst maður er hann að ég vera að svara þessu tett. Já, ég veit það, ég hefði ekki dætt á hann eitthvað svalast tett, en þá myndur þú bara segja tattooinn og exit-fötið og allt þetta. En ég, því miður, þú var að segja hvað er svalast við þig, þú ert heldur svalugæði, sko. Það held ekki með að gerlum sem var til í að Richard var í lausu, sko, ég lofa því. Egil, neina, hættu svo. Ég bara segja það. Já, bara flott. Hérna, þú veist, ég veit ekkert hvað ég segja. Hvað er svalast við mig? Bara, þú veist... Böttan? Nei, jésús. Hún er þykk? Ógæslega, nei, hún er ekki þykk. Í blokkar íbúð, sko. Bara vola venjulegur, sko. Og ekki segja bara eitthvað sem svalast við mig að... Ég er bara með þykkt bak og mér er bara drullu sama hvað öðrum finnst sko. Ég held að segja þykkt hár, þú með stöðra þykkt hár sko. Já, það er ekkert svalt, ég er bara með því að það er fullt af mönnum með fyrir, þú ert með þykkt hár sko. Þetta meina þykkt bak svona eftir réttstöðulöftan og þannig þykkt bak? Nei, bara, þú veist og það er þykkt að fólk er að gefa það skít og tekur það bara kassan og heldur það með lífið. Já, ég meina, þú veist, já, fuck it. Já, skráð þykkt bak. Ég er bara einlægn, ég er bara það einlægur, ég er bara kemur til dyrnum svo í klættur, ég þarf ekki að fela neitt hvað ég er. Gangi tett með vel að giska á þykkt bak ef þú yrðir að skella þér í hlutverkaleik, hvernig leikur er þið fyrir val? Æ, sko, ég er með góður Ég er ekki að horfa í baksinspeilana, ég er bara að horfa fram á þið. Já, þú horfa fram á þið. Þjóðið veit hvað þú gerir hérna einu sinni, sko. Ég tala bara svona, við horfum hérna í kvöld eða næstu helgi eða... Ok, ég skal bara gefa þér þetta og bara taka þessu vel og ekki vera töða. Bara, svo sagði það á, bara einlægur með þetta, lígur ekki. Skal bara einlægur. Ég væri til í að prófa að vera múrari. Væri að koma heim og væri svona grár, bara svona bara grár, búin að vera á hnjánum að fyllta einhverja svalir. Skítur og svona bara í kæmi svona, þú veist, og í vinnugalanum allur grár eitthvað. Já, svona bara, væri bara búið með 12 tíma vinnudag, alveg búin á því. Svo mætti ég heim. Hvernig er frú myndi takið það? Ég held að myndi það, því málið það hún hatar hvað ég er ógeðslega mikill aumingi heima í iðnaðarverkunum sko. Já, nú mætir þér svo múrari, það var alltaf verið kólu villum svantalega sko. Já, þetta er svona fyrsta sem ég kemur í hug. Að ég var eins og múrari, var það mikill aumingi, ég náði ekki að verða, náði ekki að klára það. Varstu múrari? Já, ég vann við það, ég vann yngri. Já, bara reddar þessu galla og bara drífa þessu heim. Já. Ég nokkuð sem að Valdís myndi ekki kvarta formlega við því að fá múrara hana heim. Já. Þú getur bara sagt kona mín, það er ekki nafngreina. Hvað gefur þér í engun 0-10? Hvernig var það? Ég meina bara, þú veist, hversu sexy þú ert og svona bara sexy, þú veist, eigið, þú veist, það vera. Ég er aðalega að meina það, sko. Ég er ekki að meina í beddan. Ég er ekki að meina hvað gefur einhvern í beddan. Reyndar það geggjur spurningu að breyta sér í beddana. Mér er bara, þetta er þinn leikur, sko. Já, reyndar, ég er bara að hugsa það núna, sko. Ég var bara með hvað gefur einhvern 0-10. Og ég spurði bara hvað einhver með hvað. Já, við máttum að tala um þetta hvað menn gefa sér einhver stendur áttur að gefa sér, þú veist, á góðum degi 7-8 og stundum er hann kannski 6 og veist, þannig að veltaði fyrir svona hvað þér þú finnst þú þeirra svona. Ég er ekki að tala bettan. Það getur ekki allt verið bettin, sko. Nei, ok. Bara svona heilt yfir. Þá er ég bara, held ég bara nokkuð yfir meðalagi, bara huggulegur og hugsa vel um mig. Mjög huggulegur. Og hugsa vel um húðina mína, ég hugsa vel um tennurna mínar og ég hugsa vel um hárið mitt og hugsa um heilsuna. Ég bara, ég ætla ekki að vera kokki, ég gef mig bara 8, sko. Það er bara, þú veist, þú ætla bara heldur í rólegur þannig, sko. Þú ætla herran 8, er ok? Já, er þetta komið? Þannig að þú ert humble í dag. Já. Þú hérna drullar út og senda exit tettin hljóð einangra stúdíó. Tala eins og höfðingin hana. Heyrðu þetta? Þetta er bara svo fróan ári komin í stúdíó. Höfðingin sko.
Þú voru að fara Jón Gunnar að detta hér inn og ég ætla að hafa það nægur tíma eftir FM Herru, ég ætla að drulla mér út Já, og bannaði að hlera, bannaði að svindla Málega að Richard gæti, sko, hann svona ef einhver gæti tekið upp á því að svindla frammi Það er það Richard Opna FM-appið og fari og hlustaði að live og já Það væri það Richie, sko Ég að fylgjast með honum hann frammi, sko Já, það þarf að fylgjast með honum En þetta okkurlega einfalt Ég bara að spyrja nokkuð spurninga Tatman Þú svarar En það spyrja spurninga mig, eða Richard Nei, þig Já, ok Ég reyni bara þinn fórlega einfalt En svo bara fyrsta spurningin hvað upp á smaturinn? Hver upp á smaturinn? Erfið spurning Þetta svolítið erfið spurning Þú elskar, þú svolítið svo Richard, þú elskar góða mat Ég elskar góða mat Ég ætla bara að segja Vá, hvað ég segja Það liggur ekkert á Góð steik og raut, það er erfitt að keppa það Já Ég ætla bara að segja hambúrgar, ég rosa mikil hambúrgarmaður En haust, steik og raut Góða burger, steik og raut Já, ég er bara Steik og raut Frábært val Hvað myndur segja að væri svalast við þig? Þú ert svo lasin sko. Ég verði ekki bara að leiða um öðrum að ákveða Ég vil óska þess að ég geti svarað fyrir þig En ég má það ekki Þú mátt ekki svara hvað er svalast við mig Guð minn almátt Ég er spyrill Það er alveg sama hvað ég segi Það hljómar eins og ég sé hálfviti Nei, ég meina, veist Fólk skilur konceptið, skilur Þú verður að svara Þetta er bara liður, veist Já, hvað er Þetta er erfið spurning, ég viðurkenna það Ég myndi óska, ég sé betur fyrir ég ekki þinni stöðu nú, sko Ég ætla að fara út á Eistunöf og segja skallin Það er rosalegt svar Það er rosalegt svar Fræðulegar Vitsi segi það, sko Nei, þessna var ég að hendi í það, sko Fyrir mig og auðun Ég hef sagt The Tat, sko, tattooin Já, ég veit að þú hefði sagt það Exit-buksunar Já, tattoo og exit-buksur Ef þú yrðir að skella þér í hlutverkaleik með frúnni hvaða leikur er þið fyrir valinu? Egil, þú veist hvað er að þér? Ég á 4 börni það eru 3 þeirra að hlusta og allur bekkur þeirra En ég mynd tala um bara En ég yrði að fara í hlutverkaleik með frúnni Kids eru annar staðar og gamli komin í gýrin Já, og ég ætla að hendi í atriði Þetta er bara Ég er 50 á næsta ári Þetta er of mikið sko. Nei, fólk er alveg í þessu Þetta er bara ég meina Richard og fleiri Það er fullt af fólki í þessu Já, hann er eitthvað fyrkt að síma En ég ætla samt ekki að vera svo Richard og hendi Hannes Steindós Það er ekki hlutverkið sem ég ætla að fara í sko. En er eitthvað svona Hvað myndur að hallast að og líka aðeins að lífgu upp á kvöldi Já, aðeins að lífgu upp Þá myndi ég Vá, þetta er svo vond sko. Top Gun Það er að vera Maverick Hvítibúningur Herbúningur Það er rosalegt Já, þú veist Maður þarf bara að hugsa ok Hvað Já, herbúningurinn, hvíti Ég verði til að fara með þér í þann hlutverkuleik sko. Já, nei Tæknan í þeim gallar sko. Ég veit ekki hvað, já, bara aldrei undir neinu kringustöðum Rosalegt valmaður Já, takk, Top Gun Hvað myndur þú gefa þér í engun og 0-10 Og þá er ég að meina sko, veist, ég þarf útskipta kannski betur Svona bara svona heilt yfir Er ég að gefa sjálfu mér engun fyrir að vera ég? Já, svona þú veist hvernig, Þú gafst mér eins og 2 Það er ég að fara að hærra það eða? Ég er búin í fjárþjálfun í heilt ár og þú gafst mér 2 Það segir náttúrulega meira en þig en mig sko. Ég myndi gefa miklu hær en 2 í dag sko. Já sko, Hvað er engun ég ekki sjálfum? Ég ekki sjálfum mér að sjálfsögðu 10 engun Það er rosalegt Já Ef ég er ekki að peppa sjálf mig Egil, hver þá? Lóksins er eitthvað hreinskilinni sem helst þetta Takk Það eru eitthvað að segja Ég gef mér 5,5 Nei Bara gefið fokki 10 Ég er bara aldrei Og Tatman Richard Og hljóð einhverja stúdíu Ég veit það Akkur er ég öskrað þegar ég veit hann heyrði það ekki Þetta heyrði það laus Það var ekki mikið gert Nei Málega er að Tatman var bara Hann svaraði bara Var ekki að flækja þetta Ok Og nú kemur bara ljós Hver er kongurinn hann? Ég ætla að byrja að spyrja þig Tatman Ég spurði Richard Hvað uppáðst maturinn hans væri Og þitt faglega gisk Hvað heldur þú að King Richie hefur sagt það? Pizza Shit, hvað svaraði hratt maður Hörðu, þetta snegsta svar
Þetta er náttúrulega ekki alveg radio sængjar sko Tatman átti pizzastaf og Tatman vissi alveg ég var veikur fyrir Já, ég var pizza alltaf búin að klára spurningu á pizza Já, ég veit það, en þetta var svolítið Getur ekki ósængjarnt instant replay? Getur ekki Nei, þetta, ég vissi alveg að myndi svara þessu rétt sko Það var eina sem kom til greina. Ég hef aldrei séð þetta Hann átti pizzastaf sko, hann vissi alveg að ég elskaði pizzur sko Bjóti pizza, það var líka Ef Richard ekki samlokustað að borða diskinn, þá hafði hann gert það sko. Hann átti samlokustað, átti pizzastað Elskar kolvetni. Já, sko, en Horny Tat King Richie Nei, fyrir ekki, ég skeit Richard Horny Tat, hvað er upp á smallunas? Shit, hann er búin að eiga samlokustað Hann er búin að eiga pizzastað Augljósa svari væri samlokaða pizzaðarna, sko Já, ég held samt að sé ekki alveg þar sko Hann pressaði, sko því að, veist, hann, þú ert ennþá að hugsa, sko Hann svaraði bara á nanosökund á hann Tatman, sko Eðlilega fljótur að hugsa Ég held samt sko, ég hef aldrei séð Tat eitthvað að vera að tala um ég elskar pizzu þó hann á 8 staðin sko, það er ekki alveg, það er ekki samasammerki Ég ætla bara að segja, er ekki Tat svona í nautalundinni, hann kann að gera vel við sig Bóttar 1-1, yes! Vá. Helvíti byrjar Hann kallaði þetta. Já, Richard er bara ekki Já, steikuraugt. Hann er steikamæður Já, steikuraugt. En Tat, hvað myndir þú segja að Richard var sagt væri svalast við sig? Þetta er ekkert eðlilega erfitt að svara þessu sko Nei, sko, ég fekk kjánarrót. Já, ég var að deyja sko Hann líka veit líka bara alveg sama hverju þú svarar, þá hljómar þessu hálfið. Hræðilegt Já. Hræðilegt Það sem ég finnst svalast um mig maður bara svona Eins og myndi svara því bara 5 sekúndur Já, bara útkvæða pappi Kópói. Já, sko, Þetta er vond þetta er mjög Sammála því. Hörru, hvað Richard finnst svalast við sig? Já Það er annarkvort að vinna á FM eða hárið vinna á FM. Það er endar ekki geggjað svar, maður Á hvað sagður það ekki? Já, ég bara fatta ekki að mér leið bara svo illa í Og þessu. hárið. Mér fannst ég svalur fyrir 30 ára en ég vann á FM, sko. Já, ég minna þú Ég var Þetta er bara- enda voru tvíti. Þetta er bara að vinna í Ég dag sko skeggja að vera verðtakatúður hérna, sko Já, bara besta Já, ok, ég segi bara FM, já. Hann sagði þykkt bak Bara, ég Já, þú verður að rökstuða bara þetta. með þykkan skráp Bara, þú veist, mér er alveg Já, saman þú veist. þykkan skrá, ég skil það. Já, þetta er the haters Hann var ekki að tala um bakið á sér. Nei, Nei, ég spurði um þetta því, þú var rétt suðrið þann, sko Já, já. Ég sagði líka nei sko Já, hann er líka, Richard er celebrity, hann verður að vera með þykkan skrá. Já, já. Hann man enginn eftir mér, sko. Nei, nei. Já En það er gott svar. King Richie Hvað sagði Horny Tatman að væri svalast við sig? Ég veit allavega hún leið illa við þetta hann er Leið ekki- illa, veist, Hann er allavega ekki Hún leið hræðilega, ég get vott á það Hann er ekki verið fljótur að svara þessari spurningu Nei. Nei. Þú veist Það er eitt og Ég veist, nú er ég bara að reyna að ég er að reyna að vinna sko Þetta er hundlegilegt svar sko En það var var að það? segja hvað hann er orðheppin Það er ránt Það er gott. Gott svar. Skallin á hún Ok Ég ákvað að henda út atkvæði fyrir mig og blöð, sko. Hann er Ég átti samt að lesa þetta Já, það er eftir að lesa skallan, sko Ég er ekki ská tattúin, sko Ísei sagði tattúin. Hann er með rosalega slíf, sko Hann sagði tattú og exit buksur. Já, ég veit samt að og Jón Gunnar er aldrei sagt Í ein- Það sem er svarað sem ég, það er klálega tattu Tattúin og exit En buksunar. nú ætla ég að spyrja þig aftur, Richard Ég spurði Tatman Ef hann myndi þurfa að fara í hlutarkarleik Hvaða leikur er þið fyrir valinu? Jón Gunnar Gerdal Í hlutarkarleik Bara á eftir. Ég veit að ég Þetta var eiginlega verri spurningin svo sem var undan. Já, þetta er Og hann líka bjóð þetta til fyrir mig að hann hatar ekkit að rifja þetta upp sko. Ég veit Og þetta mun koma í spurningakeppnuna Ég hef hitt hann áður. Og spurt og svarað Já. Herðu, ég ætla að segja Það er ekkert endilega að vera Ég veit ekkit, ég ætla bara að segja slökkulismadur Það er þetta geggja ekki, sko Það er það geggja ekki. Að þetta væri rugglaður Sælfrögun, var kvikni í þér? Þetta er Hann er bara gæti nota frasana þá sko Hvað er Sting hættur í pólís? Já, málið er að Tatman sagði Top Gun búningurinn sem er geggja svar Með hvíti herbúningur. Já, ég meina bara Þessi Officer and the Gentleman Já, ekki blagalinn á ströndinni sem er alveg sexy líka, bara ég í nauthól í stuðbuxum. Það var reynda geggja líka sko En Tatman Richard, hlutarkarleikur Hann er steindós. Hann er búið með hann leik Hann er búið með það. Ok. Frún og leið á því Ég skal gefa hann Hún ennir ekki Ég sagði það ekki Hún ennir ekki lengur að fá Það er alveg hárrétt. Ég vil prófa nýtt Það er alveg þreytt, sko Hvað Það heita heitir? til reglulega Þú ert ekki alltaf með sama á hlutarkarleikin, sko Það er rétt. Hann sagði slökkvili, ég segi lögga. Múrari Ha? Það því að sko málið er það- Múrari? Það er mjög sett að Það er ástæði fyrir því að langaði afi og pabbi allir múrara sko
Og ég var mikill aumingi, ég gata það ekki sko. Hann eyðilagði the family tradition. Já, eyðilagði basically ættatréð sko. Tók pappi ykkur ára fyrir mikrofón. Það með að ég var alveg til að mæti svona, eins og ég verið búið með 12 tíma vinnudag. Ég var að mæta heim og ég verið búin að fylta ykkur að svalir. Og þið finnst þú hafa skilað ykkur. Já. Það bara, ég var að, ég held líka aldrei sem þetta fíla því hún hatar hvað ég mikill aumingi heima fyrir sko. En núna getur eitthvað þetta er síðast spurningin. Ég ætla bara að spurja hérna Tatman Richard, hann gaf sér einhvern 0-10, hvað heldur þú að Richard hafi gefið sér? Hann gaf sér 9-5. Það er rámt, hann gaf sér 8. Hann var svona, hann laug basically hann laug að íslengu þjóðinni. Já, basically það sem hann gerir sko. Ég ætla og Richie Þetta er líka velu meðlega hugulegur og orðheppinn og klæðið sér vel og hann er hvítur buxum. Já, ég held að hann vita af því líka og ég ætla að segja að þetta við gefið sér 8-5. Hann gaf sér 10. Jafntefli. Wow. Hann gaf sér 10. Hvað þarf að gera því? Ég hendi bara í 10. Hann gaf sér 10. Ég respekta það. Hver á að peppa mig annar en ég? Nákvæmlega, þetta er frábæð punktur. Það er bara hannig. Og það er bara, þið bara, það er hérna 1-1. Já, punktur. Stórmeistari jafntefli. Við ætlum að henda okkur í Walk Down the Memory Lane eftir smástund. Þú erst að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og ég, í staðin fyrir að fara í einhvern klefa og draga Gilsarinn í einhvern klefa því ég veit að Gilsarinn elskar að preppa þátt og fá sér nokkra kalda. Rétt. Þá ætla ég að fara í smá Walk Down the Memory Lane. Já, ok. Svo ég sletti og kom okkur óvart. Og við komum aðeins fyrir í þessu Tatman. Já, því að nánast á hverju einasta ári þá er Gilsarinn með eitthvað sem heitir Völvan. Já, einmitt. Þú hefur fengið nokkuð síndur ekki? Bara árlegt sama spáin alltaf. Hún er frekar accurate. Nei, ég ætla einmitt að spila hér hljóðbrot þar sem að er verið að spá fyrir þér og spá fyrir mér. Þín er reyndar aðeins eldri en mín er bara frá 3. janúar þessu ári. Ok. Ég ætla að byrja á að spila hérna Völvu bara frá 2020. Á Tatman? Já, Tatman. Og gaman að sjá hvað er búið að rætast að þessu. Já, ég fór þetta. Af því að ef ekkert er að gerast þá gæti Gilsarinn þetta að reka þessa Völvu og fá nýja. Við skulum heyra þetta. Já, varst þú að fá senda Völvu, hvað, síðan 2016 eða? Nei, ég hafði bara samband við virtustu Völvulandsins og sýndi henni mynd af þér og ég fekk tilbaka á tölvupósti spá fyrir árið. Ég vil ákveða bara að lesa þetta fyrir þig bara hvernig þið líst á árið og séum bara spjölluðu saman hvað séttir ég búin að lesa. Þetta er góð Völva, hún er alvöru og Völvan segir ég get ekki beðið. Völvan segir hérna Jónkuna Geirdal eða Horny Tat eins og hann er kallaður heldur áfram að vera graðasti og svalasti pabbi frægafólksins. Ói bara snart. Pizzakóngurinn heldur áfram að fá ungu rapparna til að spila fyrir sig á Blackbox. Ungu rapparnir dýrka Horny Tat því hann er að mingla við þá á þeirra leveli. Þeir enda svo árið á því að kalla JGG pappa og þannig hámarki þegar Króli gefur út lagið Pappi og þar verður Horny Tat framan á coverinu graður og vel reið. Ertu sáttur við Völvuna? Reiður líka. Þetta lag kom út í það ekki, Pappi? Nei. Ég ætla að mynda að spyrja því, kom þetta lag eftir múl? Nei, bara alls ekki. En það gæti komið. En takk fyrir þess að Völvu. Já, veist, hún klikkar ekki oft sko. Nei. Mest allt var rétt. Hvað var varstu graður og reiður á þessu ári? Nei, þú veist þetta graður og reiður grín búið verið sem hvernig byrjaði þátturinn? Blöð 2011? Já, þetta er búið að vera síðan. Þetta er búið að vera síðan. Ok, þú fekk samt bara nokkuð góða Völvu. Já. Því að nú erum við komin svona í meiri current tíma. Ok. Það er janúar á þessu ári. Það er í janúar á þessu ári. Þetta var verið að spá fyrir mér og Blöð fyrir árið 2023. Hver myndi eiga betra ár? Blöð myndi bara var að fara að dælinn þriðja krakkanum sem getur náttúrulega gerst og bara held áfram að búa í sinni mansion og bara gigga yfir sig og lífið myndi leika við hann. Heyrum hérna mína spá því að nú eru 4 mánuð linnir að árinu. Ég verður mjög sátt við þetta sko. Alveg heyrt verið spá svo sem. Og það er komið að Ríkard Óskar Guðnason. Ríkard hefur átt frábær árundafæri svo öll þjóðinu tekið eftir. Heilt yfir sýnist mér í fljótu bræði Ríkard eiga enn eitt frábær árið en við skulum rýna í þetta, segir hún. Það er hæðurlæðir svo hjá öllum, segir hún. Janúar er frábær mánuð þá Ríkard. Hann er duglegur í ræktinni, æfir mikið, lýsir leikjum og skemmtir í veislum helgar. Í febrúar hins vegar lendir hann í smá erfiðleikum.
Það lendir í því að Þórhallur tekur henni spjallin og skrifstofu og segir Ríkard að það sé skipulagsbreytingar og því miður er Ríkard rekinn af sín í februar. Þetta er ekki ok. En mögulega er þetta bara sem völva segir. Kannski bara að missa vinnuna. Frábært. Ríkard lappar út af sín í hvítu buxunum sínum og sest upp í luxusbílinn ósáttur. Já, það. Og hérna ég er bara sjokki. Ríkard ákvað hins vegar að vera jákvæður og horfa fram á veginn. Þannig þetta er svona margt jákvæð í þessu. Í lok februar er Ríkard að gigga í brúðkaupi í Búðardal þegar hann lendir í þeim leiðendum að sopna á DJ-græðunum. Og það næst myndskeið af því sem því miður fer væral út allan heim og ekki hjálpað að Ríkard er búin að míga í sig líka að ná græðunum. Þetta er grínast. Þetta er ekki svona fyndið. Ég er bara að lesa sem er sagt. Já, þetta er ömurlegt. Ég er bara að lesa þetta. Að ég sé rekinn, sopna og míga í mig. Þetta er ömurlegt. Sko, þetta er ekki svo búið. Kontum eitthvað jákvæmt. Þessir erfiðleikar að missa vinnuna á sín og missa brúðkaupsgigginn gera fjárhaginn eðlilega hans erfiðari og neyðist að Ríkardlega að setja sig svo í þrótt hausti. Og Ríkard er duglegur í ræktin í atvinnuleysinu og tekur átak eins og er þekktu fyrir. Það hins vegar endar ekki vel því að missir handlóð á limin á sér sem er svo ónótæfur eftir það. Ertu sáttur, Ríkard? Er þetta árið þetta? Ertu sáttur, Ríkard? Þetta var völvan. Þetta er samt að sko, það er ekkert að fullera að hún sé að hann hafa skittið sko. Hvernig það? Já, ég var ekki rekinn í februar og ég sopna á einhverjum DJ-græfum og þaðan að síður meira á mig. Ég man ekki eftir væral vídeo brúðkaupi á Búðardal það sem hann bara mýja á sig sko. Það er ekki til. Ég hefði munað sko. Það var með gervigrind þá. Já, sko. Já, það er apríl skilur þetta ekki. Völvan getur drullað nokkara mánuðu til eða frá sko. En oft er hún heldur accurate, skilur. Þannig að Þórhallur gæti bara húrrónum inn í herbyggi í mæ. Já, bara, næsta mánuð þess að nú getur nýið í júni. Já, sko. Og áfram og aftur þrótt í haust. Og heldur þá ennþá við það að ég verið settur í þrótt í haust. Já, og missi handlóð á barnavélina. Já, ég við ekki, það mest ekki góða spá, sko. Þetta var erfið spá, Ríkard. Já, hún var það. En það er alltaf langt í næstu, minna, veistu, það er alltaf bara hérna. Þá tek ég bara mína. Kannski skiptið nú, ég veit ekki. En hefur dottið í hug, já, að skipta út völvuna? Já, við sjáum hvernig það endar þetta ár. Já, hún þarf eitthvað aðeins. Og mjög nált í með tett með allavega náðan, sko. Já, mjög nálægt því, mjög. Mér langar síðan að enda á sennilega örugglega svona fyndnustu völvuspá sögunar. Þegar að ég man eins og eftir þegar Jónas Ásbjörnsson sem var bara Jói, hann var Jói Idol og Jói Fabrika og svona, en kom hérna óheppin í eitt þátt og þegar Gilsarinn byrjaði að kalla hans Cocksucking Joe svona 50 sinnum í útsendinginni. Í þeim þætti, ég man það. Endaði síðan á herrakvöldi Háká Gilsson og hélt áfram að kalla það meðan hann var veistlustjóri heldur. Já, ég man að Egil sem var mögulega búið með einn eða tvo þarna. Já, en Egil samþykti að breyta nafnina í Sétjó. Já, smá málamiðlun. Já, málamiðlun og Sétjó fekk líka völvu frá Gilsarnum sem er endar með því fyndnara sem ég heyrt. Það er bara að spenna beltin, ég ætla að koma mér á jókamóti hérna. Jesus, bring it. Jóhannes Ásbjörnsson eða Cocksucking Joe mun halda áfram að safna veitingastöðum á árinu. Nær hann þeim merka áfanga þegar hann er 30. veitingastöðum á árinu 2020. Það er ekki smá. Það er ekki flott. En það er ekki eini áfangin hjá C. Joe, en hann mun standa undir nafni þegar hann getur sinn fyrsta titling á árinu. Þetta er að grót maður. Menn að standa þér nafnir á. Skilur það svo í framhaldi við konuna. Vá, það er alltaf að skilja þessu. Hvaða völva er þetta? Það var alltaf veldig skemmtilega þarna sko. Ég er ekki vissum, ég var reyndar að hringi í Sétjóðan en ég ætla að draga því ef að þetta hafi ræst. Ég held ekki að hann svara ekkert í símanum milli 4 og 6 og föstu. Þetta er spáinn. En við spurjum hann. Já, þá update. Bara svona, follow up. Já, bara nákvæmlega þannig. Herru, við skuldum auglýsingar og ég ætla síðan að fara með ykkur í hvort mynduru frekar hardcore. Þið að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Tíminn flýgur, time flies when you're having fun, sagði ykkur og við erum hérna félagarnir Rikki, Egill og Jón Gunnar og ég ætla að henda ykkur núna í hvort mynduru frekar hardcore.
Afsakið Það er alltaf hérna Það er mínu krefindi Þetta eru bara 3 spurningar Þú þurfa að segja fólki að stilla yfir á byggjum sko. Þetta eru 3 spurningar og þetta eru, þú veist, hugsaði bara, þetta er bara leikur og þú veist, það er enginn að dæma ykkur sem er veljið, þetta eru bara 2 vonlausir kostir og þið þurfi bara að velja annað þeirra og þú veist, það er ekki þetta að segja passa því þið eru í útvarpið, þú veist, þið eru að búa til radio Herru, Gilsi, ég ætla bara að byrja ég spyr ykkur bara, þið takið síðan bara ákvörðum hvor eitthvað vill byrja að svara Hendu þessu ógið bara fram og við ræðum þetta Já, herru, ég ætla að henda í hvað er bettin hérna hjá okkur, hvað er blöð búin að fela hann eða? Það er ekki kunna að fela hann sko Kann ég að græða Það er alltaf 100% hérna, jú, hérna Herru, hvort myndið frekar? Láta traðka á punktnum á okkur í 30 sekundur eins og að sé verið að slökka í sígaret og gangstétt Hæ? Okay. Svona, þú veist, ég veit og traðkar svona Já, akkurat Það er gert í Allir séð menn traðk og sígar og gangstétt sko Það er gert í 30 sekundur 30 sekundur Það er langur tími Langar sekundur Eða bæta okkur 20 kílóum sem þið geti ekki tekið af Þau eru first for lifetime Sko Það sem þið eru núna plus 20 og þau verða alltaf En þið þingist ekkit meira það En má ég ráða Hvar ég ráða þessum 20 kílóum á mig Það bara þingist 20 kíló Og má ég ráða að þú veist svona Hvað þetta sé beinmassi, vöðvar, fita Nei, þetta er bara fita Þetta er bara 20 kíló af fitu Þetta er bara 20 kíló af fitu Þetta er ekki á 20 kíló Þetta er bara svaraðir Þetta er bara 20 kíló af fitu Ég myndi fara upp á sviði Ég má báta með 20 kílóm af vöðum Það vel ég það frekar en sígaret 20 kíló af hreinni fitu Þetta er ekki það Þú ert ekki að fara búið svið í háskólabíu og olíuborinn eftir þetta Þá tækja allir þann valkost sko Þess að þetta traðkost í punktnum í hálfandag Æja sko Hvað þetta Ég tek bara þessi 20 kíló Þetta er bara 30 sekund Þú ert náttúrulega búin að dæla öllu og þú ert ekki fregnast fleiri og er það ekki bara alltaf lagi Ég tek bara 20 kíló Búin að dæla öllu Já þú ert ekki fregnast fleiri böggir Nei, guðminn, almáttu Já sko Bara gott sko Já, ég er svona veltað þessu fyrir mér sko Já Þetta er 30 sekund, þú lifir þetta alveg Þetta verður fokk vant sko Meina 20 kíló Sko 30 sekundur Þetta er helvíti lengi að líðast Við erum að vinna í útvarpi 30 sekundur í útvarpi er bara hellingur Þegar ykkur stendur ofan á punktnum að þér En það má ekki traðka aftur Það má bara setja löppin og svo bara byrja hann að snúa fætinu En 20 kíló, þú veist þetta endur nýja fataskápinn og Þetta getur alltaf áhrif á ökla og nýja og þú elskar að hlaupa og það getur rýmist að vera Það verður auðvitað að fara framhjóður í boltanum á föstu dögum og miðvikudögum Það er ekki svo auðvitað framhjá Tettmenn það Ekki í dag, en ef myndi hendi þessi 20 kíló 100 pluss kíló Þá getur það verið erfitt sko Hann er reyður í boltar sko Hann fer svo mikið á skapinu Já, ég veit alveg, en 20 kíló það er Ég bara fer hægar yfir Sko, ég er vel að vera með Þetta er 30 sekundur af hell og svo versus a lifetime of 20 svo bara sófinn eftir það, þú veist, ég veit það ekki, þú veist eitthvað annað en sófinn, sko mér finnst ekki að það er bara sófa og kveiki á leiknum, sko, 20 kíló á klakapóki ykkur að daga, og taka þau af, það er ekkert vesinn, skilur já, þú bara, það er ekki hægt, ég er ekki að bjóða upp að það valkost það er að hendi í punginu, þú veist ég ætla að lefa þér að byrja, Tettmann ég var ekki búin að ákveða kílóin sko. Já, ég veit það, við mútt alveg halda það bara það Hvað ertu þungu núna, má vita það? Ég er eitthvað 86 kíló Já, það ertu 160 sko. Já 160 Þessar þröngu hvítu exit-buxur svo því að smellpassa á því þetta sko Já, það er smellpassa ekki á mig eftir 20 kílógrammi viðbúð sko Nei, það er Já, bara lappið á punktnum á mér, ég tek það Ok, Gilsari Það er náttúrulega hvað aðeir, Richard, eins og við höfum rætt Þú veist það er bara hannig Látum það liggja á milli hluta og það bara, þú veist, hræðileg valmöðuleika hræðileg valmöðuleika Þetta er allt von, sko Þetta getur hræðileg valmöðuleiki með 20 kíló en það megir ekki leður maður að taka það af, sko, það er alveg það, sko Ég væri til að sjá þig með deadbot 100 kíló pluss bara með bumbunum til loftið Það væri veistla Já, komdu bara með pungin Þú ætlar að taka pungi líka Já, dauða mínu mátti ég að vona 30 sekundur Já, þetta er samt Þið lifið þetta af Já Herru, nummer 2, hvort myndið frekar hlaupa út á tróðfullan Laugardalsvöll í sumar á Ísland-Portugal í undankeppni EM og byrja að tverka á miðunni þar til þið eru snúnir niður eða giftast náskildri frænku ykkar Ronaldo, strax Þú myndir fara allsbyrjun á Laugardalsvöll og byrja að tverka Þú er basically game over, junguna Þetta var það hluti af Akkur var allsbjörn, hvað misti ég að því Já, það kom ekki fram Nei, ég sagði tróðfullan Tettmenn í exit-buxunum
og tvörskar á miðunni. Já, það er ekkert mál. Það var ekki allsber. Fólk myndi standa upp og klappa. Ég greinlega glemti það stendur hérna. Hlaup út á tróðfötum allsber á Ísland, Portugal og byrja að tvörka á miðunni. Það er snúin niður. Getur ekki látið tett með hlaupa allsber þannig inn og börnandi stúkunni og þetta er ræðilegt. Þetta er vondurkostur. Það er giftast frænku sinni. Það er ekki skári kostur. Þetta er með 2 valmöguleika sem bara getur ekki valið. Nei, en þú þarft að velja. Giftast sko náskildri frænkuðinni. Já, ég bara, þú veist, fyrsta lagi, það er löglegt eða ekki? Það er lagi, hvernig virkar það? Já, það er löglegt. Ég sagði bara giftast, ég nefndi ekki annað, sko. Má ég giftast Helmu Tóm hérna? Já, eru þið sískinaböðna? Hún ætlaði við kefti, hún var í Ungfrú Ísland, sko. Já, ok. Og hérna, ég fór á hvetjar hann á sínum tíma, sko. Hún er svona líklega huggulasta frænka mín, sko. Já, ok. Þannig að ég Þetta var að velta þessu fyrir þér. Hvert þetta fara með þessu? Ég held að partíeli er ekkert sérstaklega ánægður. Nei, en ég var bara að tala um giftast. Ég tala ekki með eitt annað. Hann er fann að velja sal. Og partíeli náttúrulega hérna vann á FN yfir 7, minnum ekki því það? Jú, ég man eftir því. Elias, ég vann með honum. Man ég eftir því. Egil er farin að velja sal og prest bara. Ég er bara að velta steinum. Telma frænka. Alltaf tvörsk og lögatsöldi. Já, bara, þú veist, í alvöru. Giftast frænkuðinni. Á punktnum. Nei, ok. Tvörk og punktnum. Hann hlægt að giftast henni og svo bara skilja strax. Hvaða frænku, þú veist, svona poppuð. Ég er bara alveg góð, ég hlýttur að nefna ykkur Það er samt nöfnin. ekki gott þegar kemur í blaðið Jón Gunnar Geirdal giftist náskildri frængu. Þú er að velja ykkur frænku. Það er sískina börn, sko, þetta þarf að vera vel skilt, sko. Já, þetta er ekki góð valkostur á neitt hátt. En hvað ætlar þú að gera? Nú velur þú fyrst. Ég var á hann. Ég ætla bara að giftast Telmu Tóm. Hún er frábær, heldur mjög United og eiga kona og eiga fólk er skemmtilegsta fólk á Íslandi. Þannig að Þú ert bara að fara að sjá fyrir farsalt hjónaband. Ég er ekki að djóka. Já, ég ætla að líða þetta gott með henni. Það er bara til hamingi með ykkur. Þetta var ekkert eðlilega furðulegt. Tvörsk og lögatsöldi á punktnum. Já, ég tek það bara ánskotin að fram börnin sem er í stúkunni, sko. Já, og heimsbyðina. Þriðja og síðasta. Ég byrja bara á þér Egill. Hvort myndur frekar Egill vera með Facebook account sameilan sem heitir bara Gurri og Egill og hjarta emoji fyrir aftan og ég bara eða tett vera með Fjóla og Jón Gunnar sameilan Facebook account og líka hjarta emoji og í hvert skipti sem kommentið ykkur staðar þau eru alltaf að gera kveðja Egill eða Jón Gunnar þess að þið eru að vita hvað er að skrifa eða setja á Hólmsheiði í fangelsi í 6 mánuði. Hólmsheiði strax, sko. Ég get ekki sammeilegt Facebook, sko. eins og Hólmsheiði, má ég vera með símamenn þar, tölvuna? Já, ég held það nú alveg, sko. Það er bara svo að vera á gisteimili, sko. Já, ekki. Ég veit það ekki samt, sko. Það er að sæna menn í Hólmsheiði alveg í kvelli, sko. Já, þið voru fljóttir afgræða. Egill og Gurri kveðja Egill. Ég myndi borga þetta pening mánaðarlega fyrir að þetta veruleika, sko. Besta komedi sem ég geti séð, sko. Þetta er allt vond, sko. Já, bara, þú veist, hvað er að þér ángriðs? Já, þetta er... Já, þið voru fljóttir að svara. Sem heitur fyrir þetta búið. Já, takk. Þið stóðu ykkur vel, herru Gilsari, þú ætlar að velja næsta lag. Hörru, já. Ég væri til í sigurlag Eurovision á þessu ári. Tattoo. Það er Cha Cha Cha. Með Finnunum. Með fulli veiningu fyrir Tattoo svíjónum. Þeim ég sápa mig. Ég er á Lorín-vagninum. Já, hún fari ekki að vinna þetta aftur. Við skulum bara heyra Karija og Cha Cha Cha. Við höldum áfram í blöð til klukkan 6. Já, styttist í þetta allt saman. Dilja okkar er að fara út núna eftir helgina. Flýgu til Liverpool og keppnin sjálf 13. maí og við Íslendingar erum í seinni undanúrslitunum. Já, 11.50. Erum við á Rúhindi? Já. Ég vil vona að við förum á Ég líka máli, hún er svo góð live. Ég held nefnilega hún eftir að vinna á þegar hún er komin í reynsli. Skemmtileg viðtölum og svona. Svo ótrúlega sérmændi, sko. Hún negli sér hérna í úrslitakvöldi. Já, ég held alveg potið. Þannig að ég held með Finnum og Íslandi. Það er bara staðan á laug. Gilsi, þú átt næsta lið og það er vist spurt og svarað. Sko þessi liður er ekki oft en sko það fór alltaf liðina. Það verðist alltaf vera þegar ég kem. Já, bara ég. Það fréttist bara þegar værið þetta og málið er að... Það fréttist. Og þú veist, bara, enni málið er, þetta er bara þannig, þetta er vandamál sem einhverju með, við leysum það. Þetta er gott koncept. Þetta er mjög gott. Og það er fólk grátt eitthvað, veit ekki hvert á að leita með vandamáli. Sko lofa þér, ég mun gera mitt best að leysa vandamál. Mér veist það er ekki algjört að menn reyna að leysa þetta. Við viljum hjálpa. Já, ég skal bara reyna. Þannig að byrjum bara fyrstu hérna, Sittitu, Gilsi, kemur við með ykkur meistari. Sittitu, skrifar það. Bara síðan 2016. Svona tala bara fólk. Ég vil byrja að segja að mér finnst þú frábær. Ég raun ekkert eðlilega frábær.
Ég er bara að lesa e-mail Richard. En ég sendi ekki mail til að ræða það. Ég þarf aðeins að ræða við King Richie. Fyrst að hann er mættuð í stúdíóðu í dag. Ég er búin að fylgjast með Richie og ég veit allt um hann. Ég veit hann elskar að þykjast þar að fasteinasali og hann var gripinn í hristing og hann var íþróttahetjaði í grunnskóla og hann sopnar á geggum og byrja alla dag á 2 jager og allt þetta. Ég veit allt um King Richie, segir þessi meistari. En það er eitt sem ég skil ekki alveg og mér finnst ekki alveg make a sense. Áður ég kemur spurningunni, bara til að útskýra þess. Ég var sérstar áður inn daginn í rúmfattalagarinn sem sumargómur og kemur þetta og ég sótti með miklu fyrirværi. Er auðlýsingin sumargómur óskast? Sumargómur hver bara tala ég veit, hann var ráðinn sem sumargómur og hérna það vantaði sumargóm á Smáratorg. Það er bara stundu þóðis. þetta er ekki hægt sko. það segir sko, ég sótti með miklu fyrirværa í rúmfattalagarnum því mér fannst hljóma helviti vel þetta koncept eins og Richie hefur útskýrt þetta að borga þegar ég var að baki er eitthvað mest að vissla sér hirtum. Guð mig góður, hvað er eitthvað að þér? Ertu rugglaður? Að fá borga fyrir að baki? Ég var alls ekki að fá borga fyrir það. Er ekki orðið yfir það? Það er bara svo mikið af. Það er rosalega mikið af. Það er ekki elsta atvinnugrein í heimi. Svo skristur maður. Sko, eða málega leiðum að sko, hann er ekki bara Richard er búin að útskýra. Meira spurning. Ég þarf að koma að staði hérna. Ég er bara, síðan segir þessi meistari nema hvað, ég náði 3 dögum þarna áður en ég fekk stígvél. Ég tók Richie á þetta og hendi mér á bak á dínulaganum nema ég var rekinn svona cirka hálftíma seinna. Sér segir hann, helviti þreytt að missa draumavinnuna sína 3 dögum eftir maður byrjar. Og svo kemur alltaf spurning og í raun er mín spurning, hvernig náði Richard að mæta þarna buxnalausi vinnuna dag eftir dag og baki þarna allan daginn á fullu launum og aldrei rekinn. Hann vann hann bara slengi og netti og hætti svo sjálfurs útskýra takk, segir þessi meistari. Hvað heitir hérna? Drikkveldur Óskar Guðnason heitir hann. Hann kallar sig það, ég veit ekki hvað hann heitir kannski. Það er bara eitthvað svona alias. Kallar hann sig Drikkveldur Óskar Guðnason. Já, það segir það sko. Sumargómur í rúmfattalagarnum. Og málega er ekki, þannig þínar álíkingar og bara þess að sumargómurinn náði 3 dögum í vinnu sko. Þarna kemur einslan. En þú varst að vinna alltaf, þú og Kristi Pálsson, Sölumár og Kynlisvíkill í sportasunu, voru þarna 2 á sínu tíma, eða ekki? Jú. Eða ekki, rúmfattalagarnum. Við vorum að vinna saman, já. Og þú hefur margótt sagt að þú varst að baki hann á dínulagarnum. Hvenær var þetta svona fyrir okkur í heim sem vitum ekki? 2002, 2003. Wow. Já, 2 ár sko. Þannig að 2 árum. 2 árum. Drikkveldur náði 3 dögum. Herðu, ok, á ég að svara þessu? Já, veist hvernig, hann var rekinn strax. Bara, við getum ekki hringt í Kristinn Pálsson, hann svarar ekki. Nei, hann er offline. Hérna, drikkveldur ég held að sé helviti góð hugmynd svona þegar þú ert að byrja í nýju jobbi að það er svona fyrstu dagana og svona sérst að klukkun tíma og sérst ekki að hverfa, Sýnaði góða hegðun og svona vinna inn svona vinna inn ákveðna virðingu á staðnum. Já, ekki mæta buxnalega strax. Nei. Og svona kannski fyrsta árið að láta þetta ógjert en þú ert komið svona traust yfirmanna og ert svona farin að fá vera með frjálsar hendur. En þú lest tíma líða. Mjög frjálsar hendur með þetta. Ég er ekki tíma líða, þetta bara, ég ætla ekki eins og útskýra þetta. Þetta er eitthvað einu sinni, eitthvað helvítis kjafta. Þetta var ekki svona, það var ekki svona opið. Ég tekit að skammast ég við þetta, Richard, sko. Fældi ekki liða hlusta sem er að fara á baki í vinnunni, sko. Það er bannað dæma. Þú veist að ég sá eitthvað rannsóðum daginn og það er bara 60% fólki og stundar ástar samlífi. Já, ég veit að það bara gerir það er engin sterahaus að tala um það í útvarp þess að þú, sko. Ég vinn eitt með sjálfum mér, þannig ég veit ekki hvað það er fullt af fólk eru glætt gert þetta sko en þú veist, það er alþjóð veit það ekki sko. Það er mjög einmannaleg stemming í mér. Það er munur á mér og hinnum sko. Ég fæ ekki borga fyrir að ég sagði þér þetta í trúnaði sko. Það er ekki hægt að segja honum neitt í trúnaði. Ekki svona fyndna sögu. Það var heldur erfitt að þegja. Já, þetta er það sem ég segi við drikkveldan. Já, hann getur vonandi bara tekið þetta til sín. Tjöfisins bull að taka þátt í þessum. Jesus. Sumargómur í rúmfattalagarnum rekir þetta 3 sólarhringa. Og maður giska næsta spurning á mig líka. Nei, ég veit ekki. Nei, bara wait for it, Ríkard. En málið er samt að hrósa þér. Þú leistir þetta. Já, ég var búin að segja að ég ætlaði að lofa því. Það var bara næsta. Já, við erum minna til að hjálpa. Kemur sæll Gilsi. Þegar ég frétti að Horny Tattoo var hjá okkur í dag megi í mig. Já. Búðardalur. Megi í mig. Þetta sýndur frá Búðardalega. Ég bara
Sko það segir, ég er ekki íkja þegar ég segja ég harðast í horny tat maður landsins. Þetta hljómaði rosalega illa en Ég sá hún einu svona á samlokustad. Það leynast við mig. Ég rakaði með sköllóttan daginn þrátt fyrir að vera en full set of hair. Já. Og svo segi ég alltaf check. Ef einhver spyrir með einhver að segja Ef einhver spyrir með einhver að segja check með set check, segir Check. hann skrifa check og því svo er í röð sko. Þannig að ég og heima á litlu bæ út á landi treysti mér ekki alveg að segja til hvaða bæ samt og það er líka aukvöldri flesti segja hvað það er heima sko. Já, hann er lítið lýsir. Ég er klárlega langgraðasti gæinn í þessu bæ Já, mitt akkurat. Ég beði eftir þessum. og það er enginn sem kemst nálægt mér sko. Það vita alveg allir í bænum að ég er graðastur og hérna Það vita allir í bænum. Já, þú veist, það er greinilega bara það er ekki að velta því fyrir sér, segir hann. Svo opnaði ég samlokustað og það gekk frábælega. Sjálfsög. Ég færði mig svo yfir í eldbakaða pítsur sem er bara nokkra mínútur inn í ofnunum. En aðal shitið mitt er að ég er verið að halda viðburði hérna. Aðal shit. Ef það kemur ykkur trúður úr bænum með fyrirlestur eða uppistandi eða eitthvað, þá er 99% graðasti maður bæjarins, það er bókað þann viðburð. Já, ég er að byrja til spurningu, fáiði. Það er eiginlega aðri. En síðan eins og það er, ég hef fyllt horny tat formúlunni alveg í gegn. Eina sem ég er að skýta með það er að Horny tat formúlunni. Ok. Skrifa handrit af þáttum. Getur þið spurt maður hero, hvernig skrifa maður handrit af þáttum, hvernig byrja maður og hvað er leyndamál þar? Hvað er sjónkunnar? Hverja sjónkunnar í einu orði? Já, það Er eitt orð? Það kvittar þannig undir þetta. Drikkfældur Óskar Guðnason og sjónkunnar. Þannig ég Hér var helt að geti ekki Þetta toppað þetta dulnefni. Þú ert þetta að skrifa mikið að seríum núna TV, þú komið svolítið í TV-seríunar. Já, ég kom með svolítið í það, takk fyrir kærlega sko. Ég bjóst þetta við verri spurningu. Ég veist það alls ekki slæm sko. Nú skárum mín allavega. Já, með hvernig hann var að tíða þetta upp þá er spurningi skári. Ég beði eftir einhvern kynni Spurningin var umulega á mig og tíunin líka umulega. Þú slapst skára. Nei, þetta er bara svona. En hann rakaði sér sköllóttan Já. og heldur mikið að viðbörum hann og hann vil færa sig yfir í sjónvarpstáttaskrif. Sem þú ert búin að vera í undanfarið. Þú ert hættur í samlokunum. Ég er hættur í samlokunum. Er í pizzunum. Já, og ennþá sköllóttur. Og er að skrifa sjónvarpstáttaskrif. Það er mjög vel. Ég ætla að segja við Sjóngunnar við minn út á þessu óræða bæjarfélagi út á landi. Þetta er Bíldudalur, ekki þetta ekki? Þetta er Bíldudalur búið út að lengstar. Hann þarf bara að setjast niður og skrifa. Hann virkar nú mjög hugmyndaríkur, þessi einstaklingur sem þú kokkar upp í dag, fáiði. Bara tölva og hérna orkudrykkur og headphone og... Já, bara tölva, kollab og skrifa. Veri í næði. Já, þetta er svolítið það, með sjálfum sér. Takk fyrir þess að leistu báðir vandamál. En þú ert náttúrulega lasin. Það er komið fram. Þetta er e-mail. Já. Drikkfældur Óskar Guðnason og Sjón Gunnar. Hver sendir maður þetta e-mail? Er það bara spurt og svarað @eigit.net? Bara ég á fjarþjálfun.is. Það er bara fólk finnum auðvitað þar sko. Herru, þetta var spurt og svarað. Við ætlum að fara í aðeins þroskari lið. Við ætlum að fara í sturlaða staðreyndir og það er svona summer svona stæl í því öllu. Takk. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudag. Það er eitthvað sem segir mér að Úlfurinn verði að gunna á krókin á morgun. Fjórði leikur Tindastól Njarðvík 2-1 fyrir Tindastóli og stólarnir geta tryggt sér í úrslitaleikin á morgun með sigri, leikurinn á Stöðu Sport. Og þú ert sérfræðingur, Richard. Stólar Þór. Hvernig fer sá leikur svona, þitt faglega maður? Nei, Stólar Njarðvík. Þessi úrslitaleikur? Já, það er líklegast. Svona líklegast. Er ekki stólarnir að taka þetta morgun? Mér finnst líklegt að stólarnir klárið þetta í síkinu. Já, ég held að. Er Blöð að fara eða? Nei, hann er erlendis. Hann er auðvitað, vá. Hann er í Blackout í Barcelona. Já, Blackout í Barcelona. Herru, við ætlum að henda okkur í sturlaða staðreyndir. Við ætlum svona aðeins að taka kontrast hérna eftir allt þetta sem er búið í gangi. Já, fórum ekki horsing around. Já, við ætlum að fara í svona þann virtasta í þessum þættu. Hann hefur verið frá upphafi. Sumarútgáfu, það ekki? Ég er með sumarútgáfu, þetta tengist allt sumri. Já. Og ég er með einn hestaskít sem þið ætlaði að giska á. Það er eitt kjaftaði sem ég bara bjóð til sjálfur á Voxáðan með Gilsarinn. Takk. Byrjum á fyrsta móla. Lengsta grill session samkvæmt heimsmetabók Guinness stóð yfir í 3 sólarhringa á 8 klukkustundir eða samtals 80 klukkustundir af sama manninum. Þar var maður að nafni Jan Grief sem stóð við grillið og grillaði eftirfarandi: 1000 pilsur, 558 hambúrgara, 526 pilsur, 104 kjúklingabringur, 200 svona maístöngla. Já.
Segur á grillinu þessi 3 sólarhringa streitt. Já, þetta var skráði heimsmeðdagbók Guinness. Hann ætlaði að ná þessu af því að hann var að safna fyrir einhverju góðum málumni. Og það var bara fólk sem kom þetta og bara í götunni. Hann borðaði bara sjálfur meðan hann var á grillinu og hann svaf ekki. Þú veist, hann bara stóð stanslust. Ég er mjög skaman að grilla en kannski ekki 3 sólarhringa. Ég myndi sennilega aldrei grilla aftur ef ég myndi taka þessu sesjón. Korti 20 er fínt. Já, ég bara hendur ykkur grilli. Góðu grillsumóli. Þetta er rosalegt mitt. Þetta er alvöru. Herru, drengir, sólin sest ekki á Íslandi á sumarmánuðum eins og þið vitið, í kringum 20. júní þá sest sólin aldrei og bjart allan sólarhringinn. En við erum ekki eina landið sem það gerist á. Það gerist á stöðum í Kanada, það gerist á nokkrum stöðum á Grænlandi, það gerist í Alaska, það gerist á einhverjum stöðum í Finnlandi, Svíþjóð, Noregi og Rússlandi. Þannig að við erum alls ekki eina á bátið þarna. Við erum ekki special. Miðnætur sólin og sestaldri. Já. Skemmtilegt. Já, þetta eru ansi margir staðir sem hættir að kíkja á þetta. Já. Herðu, vissuðu það að kuldamet var sett 2. júní á Bretlandseyjum. Þá mældist hitinn mínus 7,6 gráður. 2. júní? Já, í Bretlandi. Mínus 7,6? Já. Síðasta ára, hvernig? Nei, þetta er 1975. En þú veist, þetta á ekki að vera hægt. Það er rosalega. Þú veist, þetta er júní, það er alltaf heitt í Bretlandi á júní. Það er alveg fengið eitthvað oktoberlæðinni í júni, júli eitthvað vesen. En mínus 7. Já, við fengum snjó í gær. Við fengum þetta snjó í gær, já. Herru, vitið þið það að á sumrin, sérstaklega í kringum júli og ágústmánuð, þegar heitasti tími ársins í París, þá stækkar Eiffel-turnin 17 cm á daginn og fer aftur tilbaka kvöld þegar það kólnar. Af því að hann er spegður úr einhverju járni og það expandast, það stækkar. Þetta er bólnar út. Júbussis, rosalega sturlaða staðarendir hjá King Richie. Já, þetta er svakalegt sko. 17 cm og það er líklegast að ef þú ert að fara í júli ágúst klukkan 3 að hann sé þá búin að lengja sig þessa 17 cm. Ég er að fara til Parísar í sömurinn mitt. Já, reynda að fylgjast með þessum. Ég ætla að fylgjast með þessu stækki. En svo getur náttúrulega vel verið að ég hef búið þetta til. Já, við komumst að því smá. Samkvæmt rannsókn fólk graðara á sumrin og stundar töluvert meira kynlíf. Það segir sjálft sko. Og sjálfsfróun líka töluvert meira á sumrin heldur en á veturnar. Það segir sér líka sjálft. Og mánuðirnir sem mestakrættanir í fólki júní til ágúst. Hásumarið. Ég er ekkert eitthvað graðar á sumrin. Jú, miklu graðar á sumrin. Hvernig veist þú það? Ég bara þekkja það lengi sko. Ég sé alveg mun á Richard í desember. Já, er ekki bara að maður er glaðar í november, janúar. Er það eitthvað að vera graður? Í mínus 10 hef ég ekki séð mjög graðan sko. Nei. Richard er potið graður í mínus 10. Það er ekki bara spurningum að vera í góðu skapi á sumrið. Það kemur grættu ekkert við. En ok, þetta er allavega senna svo. Þetta er ekki manjur, þetta er staðrind. Vitið þið það að ótrúlega satt þá eru flestar bíómyndir þeim releasað á sumarmánuðum í Hollywood að því það er mest að gera í kvikmyndahúsum á sumarmánuðum í Hollywood, júní, júli, ágúst. Þess vegna komum við allar stórmyndirnar þar. Já. Því það er mest að svona break office record ef þú ætlar að releasa mynd þá. Gömlu Spiderman byrjuði í mæ þá kom svona trend fyrir því. En þetta er samt eitthvað skrítið því að þú veist, maður er haldið að fólk verið ekki inn í bíó í Los Angeles, þú veist. Já sko, kvikmyndabransin, alltaf svo hérna heima, ég var nú mörg ár, þeim ítlaði gott viður. Það með fólk fyrir inn. Já sko veist, bíóbransin vill ekki. Það vil ekki gott við. Ekki Sólskinn, alveg svo 66 og Icewear og So On og Sintamani og alltaf dót sko. Þeir vil ekki gott viður. Þeir vil vont viður. Kaupa úlpur og gott í bíó. Já, það er bara þannig sko. Herru, næsti móli. Hæsta fæðingartíðni í heiminum, flestar fæðingar fara fram í byrjun septembermánaðar og þá eru börnin getin í kringum jóla áramót. Og þú varst að segja allir verið græðir yfir sumari. Já, fólk er. Já, ég síðan bara að spá jólinn. Það er ekki mikið jólabad sko. Já, til dæmis. Aldrei að segja í ekstra miklu stuð. Og fólk er líka bara heima södra redd og þú veist, þá er allir á baki sko. Það segir sjálft og líka fólk er í fríi sko. Fólk fyrir á baki þegar er í fríi. Segir sér sjálft og það er það saman sumar. Þetta er bara svo COVID. Ég meina, þessi COVID segir sér sjálft oft. Akkur haldið að það koma svo mikið á krökkum eftir COVID. Haldið þessi klikku tilvíðin eða var ekki fólk fyrir fríi heima? Já, ég snöggala. Það er margir sem er í jólafrí. Bara í jólafrí, Herru, segir sér sjálft. Árið 2015 tókst manni að spæla egg á pönnu á gangstétt í Ástralíu. Hitinn þann dag var 47 gráður í lofti en hitinn á gangstéttinu voru 68 gráður frá endurkasti sólarinnar og gat spælt
2 egg 68 gráður Þú getur ekki labba á gangstéttinni berfættur og þú bara myndir skadbrenna sko. Ég var í 41-2 á Ítalíu fyrra og ég var bara, það var erfitt sko. Það var erfitt að anda. Pældi ég að spæla bara egg og þú þarft ekki hellu, þú bara setur pönnun á gangstéttinni. Rosalega stund. Það hendis út á hellunar. Það bara þannig. Já. Herðu, á bilinu 700 bandaríkjamenn deyja árlega af völdum ofhita. Já. Þú veist, bara já, ég skal alveg kaupa það. Hitna í bara til döða. Já, með einhvern tett var í Ítalíu sitt sumar. Já, bara hitabilgja þar og bara hálfur hópurinn fekk sólsting og annað og allir bara við það bara og bara leið skelvilega sko. Ég kaupi þetta. Síðasti mólin íspinnar eins og við þekkjum í dag. Þeir eru svona oftar en ekki á tréprikum og alltaf gott að grípja þetta inn í fristi og fá sér einn abaís og einn lung og svona. Abaís? Já, það er hérna frá Kjörís, heldur góður með svona súkkulaði hjúpaður bara íspinnar eru bara illa góður. Bara ís, punktur. Já. Það var fyrir einskæra tilvílun að þessu uppfinning var til. Árið 1905 var strákurinn nafni Frank Epperson með svona lítið tréprikk og hann sem sagt setti prikið í einhvers konar svona gos og hann glemdi prikinu úti yfir hávetur og úr var bara klumpur. Þetta er fyrsti íspinnin. Já, 1905. Já, það er snillingur. Var til The Popsicle eins og þetta heitir í dag. Og fær Frank a commission. Hver kaupir sér núna? Já, hver einasti íspinni sem selst þá er lagt inn á Frank. Ég ætla að giska að Frank sé farinn því að þetta var 1905. Já, og það er ekki verið að leggja inn á Eberson fjölskylduna. Það bara er ekki þannig. Erum við taka smá recap á henni giska á Hrostaskítin. Lengsta grillsísonið, Guinness 3 sólarringar. Sólin sest ekki bara á Íslandi á sumumánum, fleiri staðir. 1975 þá var kaldasti 7,5 gráður í mínus á Bretlandi. Eiffelturnin stækkar 17 cm á hásumarmánuðum. Fólk er töluvert graður á sumrin, stundar meira kynlíf og sjálfsfróun á mánuðum júni til ágúst. Hollywood releasar myndum aðal á sumrin, júni, júli, ágúst. Hæsta fæðingatíðni í heiminum er í byrjun septembermánar. 2015 meistari sem spældi eggið á pönnu á gangstéttinni í Ástralíu. Epperson með íspinnan og bandarækjamennir 700 sem að deyja árlega völdum ofhita. Ég ætla að segja Frostið í London. Frostið í London. Sko, það ekki? Jó, það er sko, það hljómar sem mögulegt mann en ég er að velta, ég er líka þessi að hugsa. Ég held að rosalega margir svo horni á vorin. Það var veturinn farin að fara að vora eins. Vorni? Já, og það er talið var vorni til. Þannig að ég held að Richard sé búin að færa mánuðin aðeins og þið er hann aðeins fyrr. Fólk er glæðar aðeins fyrr, heldur að ljúga því. Árstíðaskiptin. Þú ert svona apríl-mæmaður. Það er semst að segja Gils er að hestaskítunum sé samkvæmt rannsókn og fólk græðar á sömurinn stundar meira kynlíf og sjálfsfróun eins og í júní til ágúst. Það sé vorin í rauninni. Það er bara mitt faglega gisk. Þitt faglega gisk. Ég er bara að keppa hérna, hvað er að gera? Gils er að neldið þetta. Nei, sko það ekki. Þetta er rétt hjá þér. Ég er bara að skrifa þetta, ég hef ekki hugmyndu það sko. Já, ok. Þannig að það þarf ekki endilega að vorin. Kannski er þetta rétt. Þetta er vorin. En ég bjóð þetta til að hans að kanna neitt. Já, ég meina hans faglega mat skýri. Það var helviti velgert Gilsari. Við erum svona að renna tíma. Við ætlum að enda á spurningakeppni. Leiðilegt að þurfa að Pipe Down í The Weeknd sem er einn af okkar allra bestu í heiminum en við þurfum bara að keyra dagskrána þess áfram því að það eru svo lítið eftir. Við þurfum að ná einum liði viðbót. Með þess að náðum við ekki öllu sem við ætlum að gera sko. Það er svo gaman. Ef við ætlum að fara í King of Summer þá verður við að enda á sumarlögunóttunum. 4, 5, 6, 7, 8 spurningar. Ok, við ljóðum að ná þessu, það er 7 myndir í þetta. Hver á eftir eiga betra sumar sem sagt? Heldur þú munir einhvern í sumar? Já. Nei. Þú er rífaði gangtætt. Já, rétt. Hvað sænar ekki einhvern? Hann er kannski bara í einhverjum öðrum bransa sko. Já, bara í einhverjum öðrum verkefnum. Richard, bara hann ánan. Það margir að hlusta núna sem vantar agent og vita bara ok, Tatman er available. Það bara Richard at fm.is. Það er einhverjum hringið. Hefur þú skellt þér að baki í rúmfattalagatnum? Hvað kemur þetta sumrið við? Það var sumargómur í Smáratorgi í auðlýsingin. Sko ég með þetta King of Summer. Ég er bara frekar kláruð þáttum bara á ít og grænutakan og ég nennis ekki. Ég hef aldrei heyrt Jónkun að svara þessa spurningu. Ég hef ekki skellt mér á bak í rúmfattalagarnum. Ég hef aldrei heyrt Jónkun að segja það. Þú ert búin að segja þetta í þættum. Frábær hugmynd. Ég verði meður að hendi nei. Það vita alveg hver svarið er. Ég verð að segja það, já.
Punktur á því Nei, hérna. betur, hvað sagður? Já, þú sagði ekki ætlar að henda þér á bak í sumar. Það bara hefur þið gert það. Já. King of Summer. King of Summer. Já. En sko, Það er 2-0 2-0 Richard heldur að byrja alla daga í sumar á 2 jager. Nei. Ekki alla dag í sumarni, ekki fræðilur. Já, þú veist, en þú byrjar Er það hendi í jagur á móðana Richard? Ekki hér heima, en ég gerði þetta erlendi, sko. Já. 2 jager. Ofti ég er svona riðgæður og svona vondur í maðunum. Já. Þá bara skelli ég 2 í mig. Svo bara vatn og þú veist, ég verð bara betri í malanum. Bara svo nýr Allir dagar á tenni byrja þannig að Richard tekur 2 jager og keiriðu niður. Eins og nýr Þetta er úr ekki, kassan en þú byrjar líklega ekki alla í sumar á því, þú veist. Nei, alls ekki ekki hérna á heima. mánudögum eða eitthvað. Nei. Hann eitt bara á 3. degi heima að hendi sér Alls ekki, jagur bara alls ekki. Ég sá það. Það er Jager jagur flaska þetta daginn í skapnum bara hálfhérna og lítið eftir í henni. Þú var eitthvað að vinna með það, mótana. Heldur þú verður eitthvað graður og reyður í sumar? Okkur, já Nei, ég ætla að hendi nei líka þarna. Það ég vild ekki og bara ef ég er reiður þá er bara minnsta sem ég er að hugsa það er eitthvað kynlífstengt sko. Okay, en þarna held ég verið að gefa Tatman punkt en það er ekki þannig. Það er ekki þannig, því miður Enda 2-0 fyrir Richie. Færð þú greitt fyrir að fara í sumafrí eða ertu verktakatrúður og svo gilsu og farið ekki 1 krónu þegar þú ferð í frí? Verstaka trúður Ekki 1 króna? Ég fæ greitt. Þú fær greitt í frí? Ég er launþegi, já. Hald í þér luxury Tatman og farið í frí Og það er að vera að leggja inn á þig Hald í? Já. Ekki mig Það er bara launþegin, já. Það er eðla heppin sko. Ekki eðlilega Hvað meinur? Það er bara fullt af fólki launþegar og fá bara sumafrís greitt sko. Ekki verktakatrúður. Ekki eðlilega heppin. Verktakatrúður þá ekki greitt Þú sumafrí. getur líka alveg borgaði laun og verið launamaður hjá þínu verktaka fyrirtæki. Hvaða kjaftað er þetta? Heldur þú opni pizzastaði eða samlokustaði í sumar? Nei Pott þetta ekki En góð hugmynd Er það búið það? Það er búið En sko Richard, þú er aldrei að opna samlokustað. Nei. Þú gerir geggjaðar samlokur og geggjaðar pítsur. Já, en ég bara, eins og segi, ég held að séu bara sterkar aðeinar í þessu og hárið. bara mínir styrkleikar liggja annar staðar og bara geggjað sko. Þetta menn, nú þarf þú punkt og vandaðu þið nú. Það er ennþá 2-0 Nei, 3-0. 3-0 Hvað er fyrir þriðastíð? Já, launþegin, já, Robert. Heldur þú verið gripinn glóðuvolgur með buksunar á hælunum í hristingi? Þetta var FM 9 í dag. Þökkum kærlega fyrir samfélgina. Heldur það að gerist aftur? Það gerist ekki og við bara þökkum kærlega fyrir góða skemmtun á Backstreet Boys og verðum inn aftur, strákarnir verða inn aftur næsta föstudag sem betur fyrir verð ég allavega ekki. Takk Jón Gunnar fyrir að hjálpa okkur í dag. Takk